En þetta var aldrei spurning. 21-10 undir eftir einhverjar 6 mínútur. Já. Og fórum í taktíska breytingu, fórum í svæðisvörn og bara fengum hjartað í gang og bara mögnu spilamerkarinn eftir það. 34 bara outstanding mínútur þar sem við spilum frábæra vörn, en mér fannst og það var bara hvergi veikan hnekk að finna. Það voru allir að leggja eitthvað í málinu og svona gott dæmi bara sentimetrar. Þeir eru náttúrulega mjög stórir. Ég meina Sigurkarl ekki stærsti framherji í boltanum, en hann var að leysa miðherjastöðuna eins og kóngur og bara Yngvi Þór náttúrulega búinn að vera frábær fyrir okkur meiðist og þá bara kemur Adam inn og gerir frábæra hluti. Jón Arnór fannst mér vera bara eins og kóngur í ríki sínu í dag. Hann stjórnaði eins og herforingi. Þór náttúrulega bara rosalega svakalega tróður. 33 stig. Og ég geti haldið áfram. Þetta var bara algjör liðsigur þar sem við vorum að fá virkilega flott framlag frá öllum og bara gríðilega stoltur af strákunum. Var þetta auðveldara heldur en þú hafði búist við? Já, ég ætti ekki að reyna að halda því fram að ég reiknaði með 30 stiga sigri, en það náttúrulega bara, þegar menn leggjast á eitt og sína mikla löngun, þá hægt að ná fram góðum úrslitum og þeir brotnuðu, en það að finna hér á þeirra heimavelli svona vitandi að þeirra að fara í A-deild í sumar, vinna Svía með einhverju 16 stigum þar sem við vorum upp mest 29, vitandi að þeir eru líka fyrir A-deild, sýnir að þessi strákar geta spilað. Hvað sagðirðu? Hárið maður, hárið. En þetta bara virkilega bara gleðilegt. Ég held að það hefði bara komið sér vel að tapa fyrir Eistum í gær. Við vorum mjög slakir, við vorum ekki einbeittir og Þú voru ekki hittið að byrja í dag? Nei, ég sagði það við eftir leikinn við einhvern í viðtali, við vorum eiginlega bara latir á köflum og það fer þessum strákum mjög illa. Þetta eru ótrúlega duglegir strákar og mega bara óbúslega glaðir með sitt. Herru, til hamingju með þetta. Takk fyrir. Takk.